Svandís, kannski bara á svona mannamáli fyrir, bara leikmanninn. Hvað fjallar þetta frumvarp? Þetta fjallar í raun og veru það, ef við bara horfum á stöðuna eins og hún að þá erum við með bæjarstjórn, Grindavíkurbæjar, og svo erum við með ríkisstjórn og þing. Þarna erum við að búa til nýja einingu sem framkvæmdanefnd málefni Grindavíkurbæjar en á vegum innviðaráðuneytisins sem kemur þá upp að og við hliðina á bæjarstjórninni með tiltekin verkefni sem var engan veginn fyrir séð að myndu vera viðfangsefnin og eru í raun og veru sú staða sem kemur upp með þessum náttúruhamförum sem við erum að horfast í augu við. Það eru félagsleg verkefni, það eru verkefni sem lúta að skóla, sem lúta að vinnustöðunum, en líka innviðunum, lagnakerfunum og öðrum svona stærri viðbrögðum við þessum náttúruhamförum sem við höfum verið að horfast í augu við núna í hálft ár. Þannig að framkvæmdanefndin verður til vegna þess að bæjarfélagið óskar eftir því og við erum að útbúa það núna í nýju frumvarpi til laga sem var samþykkt í ríkisstjórn í morgun. Og einhver frá Grindavík í þessar nefnd? Hvernig hún skipuð? Það liggur ekki fyrir nákvæmlega hvernig hún verið skipuð, en það þannig að Grindavíkurbær, bæjarfélagið, nefndinni til ráðgjafar á öllum stigum máls og öllum ákvörðunum sem teknar verða. Vegna þess að það að okkar mati afar mikilvægt og raunar frumvarpið sett saman í samstarfi við bæjarstjórn. Verkefnin svona á næstunni, menn nú búið að vera að byggja þessa varnargarða, glæsilega varnargarða sem veit ég mikla öryggistilfinningu. Hvað með bara viðgerðir inn í bænum, sprungu viðgerðir og annað? Það eitt af því sem þessi framkvæmdanefnd þarf að taka afstöðu til. Það bæði að forgangsraða verkefnum, meta þau og meta líka fjármögnun og hversu mikið fjármagn þarf og afla heimilda hjá þinginu til þess að ráðast í slíka framkvæmdir. Þannig að þetta má eiginlega segja með þessu fyrirkomulagi og þessari nefnd að þá séu allir þessir þættir undir, bæði hinir félagslegu, innviðirnir og líka öryggissjónarmiðin. Nú orðið til, svona ákveðin hreyfing má segja hjá bara fólki í Grindavík sem svona kalla sig aftur heim, en sumir vilja bara hefja uppbyggingu sem fyrst. Hvert þitt svona sjónarmið á því? Það sem í raun og veru markmiðið með þessu verkefni og algjörlega unnið í takt við bæjarstjórnina að hlúa að og byggja upp samfélagið í Grindavík. Síðan eru auðvitað mjög margir möguleikar á því hvernig það samfélag fótar sig inn í framtíðinni. Eitt af því að byggja samfélagið upp á sama stað. Það eru einhver sem horfa til þess, önnur horfa til annar leiðar. Þessi framkvæmdanefnd sem núna sett á laggirnar, hún snýst ekki að taka afstöðu til þess hvert við viljum fara, heldur að standa með Grindvíkingum og standa með samfélaginu Grindavík. Ein greinin sem fjallar bara lögheimili bæjarstjórnarfólks, þið breytið því ekki, þannig að þið gefur kost á því að bæjarfulltrúar sem vilja ætla sér að flytja frá Grindavík að þau geti fært sitt á lögheimili. Hver ástæðan fyrir því kannski? Maður hefði haldið að bara bæjarfulltrúi þurfi kannski að vera með að borga sitt útsvar til bæjarins. Já, þetta í raun og veru tæknileg niðurstaða sem bara niðurstaða ráðuneytisins og bæjarstjórnar að gera þetta með þessum hætti. Núna málið náttúrulega bara að fara til þingsins og við vonumst til að það gangi hratt og vel og þingið tekur afstöðu til þessa eins og annarra ákvæða í frumvarpinu.